Í þessu vídeói sýni ég 2 leiðir til að deila upptöku á námskeiði. Í fyrsta lagi hvernig upptaka sett beint inn í einingu eða viku á námskeiðsvefnum og í öðru lagi hvernig upptöku deilt í gegnum ritilinn. Hér hef ég opnað námskeið og ég ætla að setja upptöku inn í efstu eininguna sem heitir almennt. Í þessu tilfelli námskeið þannig að heima síðan sýni vikurnar eða einingarnar. En í öðrum tilfellum gæti kennari þurft að fara í námsefni í valmyndinni til vinstri til að sjá einingarnar. Ég smetla á plúsmerkið og vel ytra tæki og Canvas Studio. Þá opnar Studio heimasvæðið mitt og ég finn upptökuna sem ég vil deila, smetli á hana. Hér get ég valið hvort umræða á að fylgja upptökunni. Það sjálfvalið að umræða fylgir, en þar sem þetta bara kynning á námskeiðinu þá ætla ég að sleppa umræðinni og smetla á Embed. Áður en að loka þessum glugga ágætt að skruna hér aðeins neðar og þar sem stendur síðuheiti setja eitthvað lýsandi heiti fyrir upptökuna. Annars myndi tengillinn á upptökuna heita Canvas Studio sem segir nemendum auðvitað ekki mikið. Það smelt á bæta við atriði og hér komin hlekkur á upptökuna. Ritillinn í Canvas býður upp á að deila upptöku til nemenda. Þetta þýðir að kennarinn getur til dæmis deilt upptöku í tilkynningu til nemenda, inn á síðu í námskeiðinu, inn í lýsingu á verkefni. Sem sagt, alls staðar þar sem ritillinn notaður í Canvas, þar hægt að setja inn upptöku úr Studio. Hér opna ég síðu sem ég hef stofnað í námskeiðinu. Hér opnast ritillinn. Ég staðsett bendilinn þar sem ég vil hafa upptökuna. Það farið hér í smáforrit og valið Canvas Studio. Það líka hægt að fara í Tools valmyndina, velja þar smáforrit og Canvas Studio. Hér opnast Studio heimasvæðið mitt. Ég finn upptökuna. Smetli á hana. Í þessu tilfelli ætla ég að leyfa athugasemdir. Nemendur geta til dæmis sett inn spurningar við atriði í upptökunni sem þeim finnast óljós og þá birtast þær á viðeigandi stað í upptökunni. Og svo hér möguleiki að leyfa nemendum að hlaða niður upptöku ef ég vil leyfa það. Ég smetli á Embed og þá upptakan komin hér á síðuna. Og hér fyrir neðan kemur umræðu vettvangurinn fram sem ég valdi að hafa með. Athugasemdin sem ég setti hér inn kemur bæði fram fyrir neðan vídeóið þar sem aðrir geta svarað henni og svo birtist hún í upptökunni sjálfri þegar hún spiluð. En þetta komið að sinni. Takk fyrir.